Já, komið þið sæl. Sunnudagur og sýnir Egils á Samstöðinni. Við fáum góða gesti til okkar í dag eins og venjulega. Hér á eftir koma þeir Ragnar Þór Ingólfsson sem alþingismaður og formaður fjárlaganefndar Alþingis og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður leigjendasamtakanna. Það er þessi húsnæðismál og þessi kreppa og hversu erfitt margt fólk með að kaupa sér íbúðir. En við ætlum að byrja á öðru, svona vettvangi dagsins sem við eins og kallum þetta. Það er Lára Súlíma Ómarsdóttir, Armannatengill, Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagnfræði og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona Miðflokksins. Flokksfólksins. Já, Miðflokksins, orðaðið mér frá því. Ég veit að það strax. Þú varst fljót að leiðrétta þetta. Já. Já, fyrir ég. En svona er þetta, þegar maður ætlar að gera það blaðalaust. Það er allt ekki betur en þetta. En byrjuðu satt á þessu hérna með vextina, þetta háir vextir og það verðist ekkert ætla að vera neitt lát á þessu. Nei. Þetta býtur í hjá mörgum. Já, ég allavega, hérna er búin að vera að bíða svolítið eftir, ég myndi lækka. Ég viðurkenni það alveg. Já. Og ég veit ekkert almennilega hvað það er sem að veldur, er ekki verið að tala um að það sé verið að velta öll út í verðlagið og veist, vöruverð er alltaf hærra og hærra og maður finnur það nú alveg í búðinni bara. Ég allavega finn fyrir þessu, með fjölskyldu manneskja og svona, þannig að þetta er dýrt. Það er dýrt að vera með vextina á húsnæðislánum allavega. Það finnst mér. Það er þetta, verðbólgan er svolítið viðlóðandi og það gengur illa hvaðina niður og verðbólga á Íslandi er hærri heldur en í nágrannalöndunum og það er svo kannski ekki nýtt, gjarnan verið þannig. En þetta er auðvitað alveg skelfilegt, sérstaklega fyrir þá sem eru að kaupa húsnæði fyrsta sinn. Það er alveg greinilegt að það er algjörlega stopp. Það kemur svo niður á öllum húsnæðismarkaðnum og ég bý nú í tilröða nýju húsi og það gengur greinlega mjög illa að selja íbúðir. Þannig að ég held að þetta sé svona, það verður að finna alls konar ástæði fyrir því eins og að það sé ekki bílastæði, það er bílastæði því húsi sem ég bý, það er ekki vandinn og íbúðunar eru svona meðan við verðið að markanum ekkert sérstaklega dýrar. Það er bara fólk getur ekki keypt. Það er bara þannig og þá selst ekki það. Það er stíflað. Já, þetta er tek undir þetta og þetta sannarlega býtur í og ég veit að fólk á markvörtum verulegum sárt að binda og ungt fólk að reyna að kaupa sinni fyrstu íbúð, þetta er virkilega erfitt en varðandi að þeir voru síðan núna ákveða að hafa það óbreytta held ég að hafi samt svona svolítið legið fyrir, það voru fjölmargir sérfræðingar búin að ræða þessi mál þannig að það kom ekki þetta óvart en það er samt hagur okkar allra held ég að passa upp á að verðbólgan missist ekki upp á við og við þurfum að vinna að þessu og það eru auðvitað ákveðnar aðgerðir sem þarf að gera til þess, það eru auðvitað aðhald og gæta þenslunni en það eru auðvitað margir sem samfélagi sem er ekkert að hugsa það, sem eiga mikið af peningum og eru í botlausri þenslu. En ég vil nú bara treysta svolítið sérfræðingum í þessum málum og ég heyrði það að fjármálaráðherra sagði og ég hef heyrt áður, þau styðja stefnu Seðlabankans í þessu en þetta er sannarlega hið vestamál og það er bara spurning hvernig við getum koma á móts við þá sem að koma vest út úr þessu með aðgerðum og svona einhverjum mildunar aðferðum. Já, þegar við lesum núna í tekjublöðunum að sumir eru með ævintýralega há laun og þeir eru neytendur líka innanlands og þeir eru að verja þessum peningu sinum í eitthvað sem getur verið verðbólgu hvetjandi, aukandi, er það ekki smári? Það er ekki ákveðið því. Þeir sem eru með mest eða mestu, það er þannig. Já, ég er að segja það. Þeir eru færri en það er meiri fjöldi þar. Og þá þeir þurfa ekki að býti í það súr epli sem að... Mér finnst verið æfleiri sem að efast það að Seðlabanki sé að ná niður verðbólgu. Þetta mun verðbólgan koma niður og þá mun Ásgeir halda því fram að hann hefði náð henni niður. En það er bara verðbólgan kemur upp og verðbólgan niður, það krónan er að styrkjast og innflutningur ætti að lækka ef að þeir sem er að flytja inn væri ekki bara okra svona mikið. Það verður að stinga raunverulega gengishagnaðinum í vasan. Þannig að verðbólgan gengur niður. Verðbólgan er ekkert mikið hærri hér heldur í nágrannalöndunum. Ef þú tekur húsnæðisliðin í burtu sem að fæstir eru með inn í sinni vísitölu, þá er kannski verðbólgan undir 3% hérna. Verðbólgan er 4,2% á þessu ári, segir Seðlabanki sjálfur. Spáir því, hann er ekki orðið það, en hann spáir að verðbólga verði meiri á seinni hlutanum. Það er svipuð verðbólga og er í Bretlandi. Þar brást Seðlabanki við þannig að hann lækkaði vexti niður í 4% af því að verðbólgan væri komin á svið.
En af hverju okkar Seðlabanki með 7,5%, af hverju við að borga 3,5% meira í hærri vexti af skuldunum okkar. Þetta náttúrulega bara skattur á hinna skuldu, að vera að flytja peninga í samfélaginu, vera að reyna að hindra það henni skuldu, hlaup út í búð og eyða þeim, búið til verðbólgu, það er líklega kenningin. Af hverju það að íslenski neytendur, íslenski skuldar eiga að borga allt þetta fé? Ég talaði við Vilhjálm Birgisson hérna í vikunni og hann sagði það að þegar var verið að semja síðast og markmiðið var það að ná verðbólgu niður til þess að vextirnir færu, en vextirnir koma bara ekki niður og miðað við það sem var gengið út frá við samningsborðið, það mátti alls ekki setja inn í samningana hvernig ef að vextir færi ekki niður og þá var hægt að rifta samningum sem væri bara eðlilegt. Það þótti verið eitthvað inngripinn í Seðlabankann og eitthvað svona vitleysa. Eins og launafólk með ekki verja sig, ef vextirnir eru 7,5% eftir 1,5 ár þá segjum við bara upp samningum vegna þess að samningarnir miðust við það að ná vöxtunum niður í kannski 6 eða 5% og Villi segir að þegar maður skoðar fyrstu áratugi þessar aldar og samspil stýrivaxta og verðbólgu að þá ættu stýrivextinir að vera svona í kringu 6% í dag. Þeir eru 7,5%. Þannig að Seðlabankinn er búin að skipta stefnu. Hann segir að það bara er ekki nóg að hafa hærri vexti heldur en allstaðar. Við verum að vera miklu hærri vexti heldur en allstaðar. Og mér finnst alltaf að það sé verið að ræða það. Mér finnst þetta er ekki svo að maður sé hafna hlýnun jarðar af mannavöldum. Með því að efast þessar kenningar sem að Seðlabankinn byggir á með þessu stjórnlausa vaxtaokri sem að birtist meðal annars í því að allir bankarnir sé ekki að skila 100 milljarða hagnaði sem er svona 2,2% af landsframleiðslu, allir ekki. Hvar í veröldinni er það bara aldrei líðast að bankakerfið taki 2% af landsframleiðslunni í hreinan hagnað til sín. Hvar í veröldinni er það? Hvergi nema á Íslandi. Svo líka fyrst mér þessi regla sem Seðlabankinn setti á fyrir einhverjum árum að það megi ekki fara meira en 30% af ráðstöfunartekjum til þess að kaupa húsnæði. Þetta að bara koma í veg fyrir það að ungt fólk geti bara keypt húsnæði og nú formaður flokksfólksins að tala það þetta væri eitthvað skakt í þessu að þú getur borgað leigu, það allt í lagi. Það er búið að benda á þetta árum saman. Áratugum saman. Ágæta einhver ráðherra að sé að fara að orða þetta. Já, það er bara 10 árum eftir að fara að benda á þetta. Ekki bara 10 ár, ég man bara þegar ég fór að reynda að kaupa mína fyrstu íbúð þá bara 22 ára fyrir 30 árum. Þá var þetta bara svona líka. Þá var ég á leigumarkaði og ég spurði mig í bankanum, akkur get ég verið að borga leiguna en þið vilja ekki lána mig fyrir íbúð sem að ég þó eignast 60% af ráðstöfunum tekið með leigu en mátti ekki hafa nema 30 í afborganir. Það má kannski tala bara þetta greiðslumati sem einmitt er búið að vera í umræðinni. Það er bara eins og að fara í gegnum nálarauga fyrir ungt fólk og þetta þarf að skoða margt annað í þessu sambandi. Og sem betur fer að þá er þetta komið núna inn í umræðina og spurning hvernig næstu mánuður verða. En síðan mánuði þetta alltaf líka ræða gjaldmiðilinn og allar þessar sveiflur. Ég meina, við sem erum komin svona á efri ár, við munum náttúrulega endalausar sveiflur og endalaus vandamál. Á tíma var aðeins kannski skára á húsnæðismarkaðum en meira og minna, eins og ég man þetta, er búið að vanta húsnæði. Og það þarf að byggja mikið meira. Það vita það allir. Við þurfum óhagnaðardrifið. En okkur er það ekki byggt? Já, og nú er loksins kannski verið að taka vissir með það. En þú getur bara litið til síðustu ára. Þá hefur verið að byggja, en bara alls ekki nóg. En það skiptir einhver máli að fólk getur ekki keypt íbúðir. Nei, við þurfum bara að horfa á þetta frá öllum hliðum. Já. En ég held að sé ekki skortur, þetta er skortur á ákveðnum íbúðum. En það eru þetta megin vandinn og það er eitt af því sem það hlýtur að fara að draga úr byggingu vegna þess að byggingafyrirtækin geta ekki selt íbúðum. Það er svo hái vextir að þeir geta ekki fjármagnað yfir byggingatíma. Þess að þéttingareitunum eru íbúðum alltaf bara rosalega. Þetta er bara almennt á við að vextir er svo háir að verktakarnir geta ekki fjármagnað bygginguna yfir byggingatíman og þegar þeir koma út úr byggingatímanum með þess að hái vexti þá eru íbúðuna svo dýrar að það er ekki nokkuð sem á efna á kaupita nema einhverju bara fjárfestar sem er að braska með þetta. Það er alveg gríðarlega mikið það sko. Ég held að það sé það er eitthvað gerast eins og segi, ég bý í svona til nýju húsnæði og
og það allt meira minna selt en það býr ekki annað fólk í íbúðunum sem svona venlegt fólk, en það bara einhver koma og fara og maður veit ekki hverju þetta eru sko. En vegna þess að það eru fyrst og næst einhverju fjárfestar sem eru að kaupa þetta vegna út af að húsnæðisverð hækkar hér meira heldur en almennt verðlag og þetta er bara ágætis fjárfesting og þeir eru ekki svona að leigja þetta, þeir eru bara að hafa þetta aukt og þetta er náttúrulega húsnæðisstefna sem er algjörlega komin upp í fjöru. Það er, ég held að við getum allir verið sammála um það er eitthvað að og það reyndar ekki nýtt að þessi eitthvað að í íslenskum húsnæðismálum. Ég var reyndar mjög heppinn að ég keypti á mjög góðum tíma mínum fyrstu íbúð, það var þegar að voru þessi húsnæðisbréfinnar Jóhannu og það bara var ekkert mál fyrir okkur að kaupa Þannig er þetta stundum þegar maður hittir á að gera á rétta tímanum en yfirleitt hefur þetta verið alveg dauð og djöfull fyrir fólk og þetta er orðin líka, það er líka komin alveg gríðarleg misskipting í þetta því að sumir eiga tiltölulega velstæða foreldrað og maður finnur það alveg að foreldrar eru að hjálpa börnunum en það er ekkert allir sem er foreldrar sem geta það og þannig að það er að vera hérna alveg gríðarleg misskipting í þessu aðgangahúsnæði en allir þurfa að búa einhvers staðar. Anstæðan er mikla það vantar íbúðir, á sama tíma bara hérna í Reykjavík eru fleiri yfir 100 íbúða sem tilbúnar til afhendingar. Á þéttingareitunum, Nefnum einhverju svona braskara sem kaupir það bara til þess að geta geimt og selt eins og það eru oft ekki neinn bílastæði, það er bara ekki allir sem geta keypt slíkar íbúðir. Svo er líka þetta að þið varst að tala um þessa misskiptingu að það er náttúrulega gríðarleg misrétti í fólki í því bara að vera í leiguhúsnæði og eða vera eigandi. Bara þarna verður til mjög mikil skipting en þess að sá sem á fasteign er í raunin að græða fullt af pening okkur einasta ári að því að verðið er alltaf að fara upp og skiljiði. Þannig að verðmati er alltaf hærra og hærra fasteignamati meðan hinn er í rauninni bara að tapa og eignast aldrei neitt, skilur. Þannig að þá verður til ennþá meiri líka svona misskipting í þjóðfélaginu. En ef maður fer að líta á, ef maður fer bara að reikna út með vextina eins og eru núna, ef við skulum segja bara fer og kaupir íbúð og tekur alltaf láni, eða stóran hluta, og leigir sér nút, þá verður leigan að vera alveg gigantist til þess að borga vextina, því að vextina eru svo ái. Þannig að ég held að það er auðvitað það sem að keyrir þetta upp. Það er ekki hægt að reka samfélag lengi með svona vöxtum. En í þessari þenslu ég kaupi íbúð og hún hækkar en aðrir að gera það líka. Ég er aldrei að græða það. Jú, ef þú selur bara eignin og tekur peningin ég bara meina Nei, ég bara meina þú ert samt sem áður að græða fyrirgeðu, ég bara kaupi ekki ég keipti í alvörunni ég var á leigumarkaði í áratugi bara eiginlega alla minn ungdóm ég kaupi fasteign fyrsta skipti árið 2020 ég kaupi fasteign og ég átti ekki bótur borun á mig í kiftana, ég fekk lána alla upphæðina, ég átti einhvern séreignarspartnað sem ég gat notað og það var eina og ég fekk lánaði peningi á börnunum mínu 50 skall hér og 100 skall þarna og ég klinkaði þessu saman og keypti þessa fasteign og ég var í mínus þegar ég kaupi þetta eru 5 ár og það er skattframtalinu mínu núna þá er ég í plús ég var þannig þegar ég kem út í leigumarkaðnum að ég var búin að segja börnin mín því afþakkið bara arfin minn að ég er bara með skuldir ég var bara í mínus ég átti ekki neitt bara skuldir en núna þá var ég allt í einu komin í plús það er það sem ég er að meina og það er munurinn eingöngu þessi að ég keypti fasteignin er ekki að leigja annars var ég ennþá bara í bullandi mínus Þessna þarf að skoða það þú ert að borga 300-400.000 í leigu á hverju ættir þú ekki að geta farið í gegnum greiðslumát og borga samsvarandi inn á þína eigin íbúð. Það er náttúrulega eitthvað verulega mikið aðhald og bankakerfi, það er bara að skoða þetta með hvernig bankarnir eru að vinna þessa vinnu og hvernig þeir eru náttúrulega bara... Þeir fara til greiðslumati sem Seðlabankinn setur og það er ekki Inga Sæland þótt og sé húsnæðis þetta er bara ekki á hennar borði. Það er bara Seðlabankinn sem ákveður. Það er stefna Seðlabankans í þessum máli sem er sjálfstæður. Þetta þarf bara samstarf og það þarf að gjörbreyta mörgum. En mér langar að spyrja þig hérna þegar að þú varst svo lengi borgarstjórn áður og nú eru sjáum við svona einhverja afleiðingar að einhverja svona stefnu, það er bara 0,5 bílastæði á hús og
það lítur að vera einhver umræði þetta í borgarstjórn síðan tíma. Heldur betur, Jesús minn almáttur. Þetta var, flokkur fólksins hefur til þess vilja brjóta líkt landundi byggð fyrir löngu síðan. Við byrjum að tala þetta bara strax 2018 og vorum bara alveg til í einhverja þéttingu. Það má alveg þétta sumstaðar. Það er náttúrulega fullt af plássum sem var til, en okkur fannst þetta þegar ég var í borgarstjórn og töluðum fyrir því að þetta gekk of langt og hvernig var líka farið með bílastæðin og bara fjarlægð þarna 100 bílastæði á allt litið og það er ekkert allir sem strætó og almenningssamgöngunar voru eins og þær voru, það er nú fyrst að taka við sér núna, þannig að fólk er bara í stökustu vandræðum og þannig að við vildum að þéttingastefnan er ekki svona aukafull og það er að koma á daginn þetta núna, eins og við sjáum allar þessar dýru íbúður og þéttingareitum þar sem er kannski bílastæði hvergi nærri eða í bílastæðakellurum eða þú þarft að hafa einhver íbúðakort og þetta er alls konar. Þannig að þetta var mjög mikið átakamál öll þessi ár sem ég var þarna í borgarstjórn og það var vara við þessu já, það var heldur betur gert og ég held að flokk fólksins hafi verið bara mjög framalega í því á hverjum einasta fundu, ég veit ekki á svona 10 ef ekki 100 bókana þessi mál en svona var þetta var bara alveg einhver heilög stefna þarna þá og það er alltaf hægt að vera vitur eftir á þannig að en nú sjáum við hvernig þetta er nú á að byrja að byggja í Úlfarsárdal og Ragnar Þór sem kemur hér á eftir mun örgulega segja betur frá því og það þarf að fara víðar við þurfum, svo auðvitað spurning með almenningssamgöngurnar, þar þurfa að geta gengið öllu þessi ný hverfi og svo er borgarlínan að það er nú talað að eitthvað þetta fyrst áfangi hennar inn vonandi lifið maður það bara segja ég held eitt stóri vandi sem við horfum fram á hér á þessu höfuðborgarsvæði er það að það hefur verið illa skipulagt frá grunni það er almenningssamgöngur hafa ekki náð neinu flugi ég hef verið í borgum þar sem þú þarft ekkert á bíl að halda það er bara einfallega þú vilt ekki eiga bíl það er bara til trafala þú kemst allt með almenningssamgöngum en þannig er bara ekki ástand á Íslandi og vonandi bætir borgarlínan þetta eitthvað en það er mjög erfitt að bæta þetta vegna þess að borgin er svo ekki bara dreifð heldur hún einhvern veginn hoppast í allar áttir og síðan verður þetta á ákveðin átt menningarbundið það verður þannig eftir nokkur ára maður bara sér það orðið að nú þegar að það er bara ekki hægt að bara hér situr allt fast í einhverja klukkutíma hverjum degi og þú gengur Kaupmann, þú sér aldrei umferðardeppu og þú veist að risa breiðgötur sem ekki bílar á vegna þess að fólk bara er í almenningssamgöngum. Og hjóli. Það er þetta þangað sem viljum komast en það er bara mjög erfitt að komast þangað. Það er að hægast ekki gert. Veðráttan og annað sem er sérstök hérna. Já, ég held að þetta sé auðvitað veðráttan slæm. Ég til dæmis geng allt sem að ég fer og hvernig veðrið sem er en þannig er það bara en þetta er menningarbundi, fólki finnst það ekki hægt og það er til dæmis þetta með húsnæði með engu bílastæði. Það er alveg ljóst að það er mjög fáar fjölskyldur í dag sem eru tilbúna til þess að segja ég ætla ekki að eiga neitt bíl. Ég ætla bara að lifa bíllausum lífstíl. Það er til fólk sem gerir það en það er í minnhluta. Það í borginni býður ekki upp á því að til dæmis ég bý niður í bæ og ég á ekki bíl og fer að fara strætó og labba en svo þarf ég að sníkja farstundum til þess að komast út og granda í stórmarkað. Yngsta barnið mitt er orðið 18 ára þannig að ég er ekki að skuttla í ballett í þetta iðnaðarhverfi og í fiðlu í hitt iðnaðarhverfi og svona þannig að ég kemst upp með það en það er fólk sem til þess að börn í Reykjavík það er bara ekki fræðilegu möguleiki að eiga ekki bíl sko. Ekki yfir veturinn sko, að ég þú talar veðrið ég veit að það eru sífellt algengara meðal ungsfólks að velja bíllausa lífstílinn yfir sko sumar- og vormánuðina eða þessa góðu mánuði þar sem er bara allt í lagi að vera hjóli og labba og allt það en leigja síðan bara bíl yfir þessa vestu mánuði vegna þess að þú ert ekki að fara í einhvern hríðarbíl með 3 ára að labba í leikskólan það er bara ekkert, þú gerir það bara ekkert með lítið barn 2 ára eða hvað það er Svo við einn sem er búinn að þessu að fara með börn í leikskóla og til dæmis ég hjóla nú minna ég ætlaði að gera en ég á gott rafmagnshjól og það ég get hjóla á því nánast allan ásins ring bara nagladekkjum á veturna og það er ótrúlega þægilegt sko mikið grip í þessum dekkjum og þannig að það er sko flesta daga
er hægt að bjarga sér á hjóli. Já, það algjörlega, Ég bara þetta nefni bara svo- örfáu dagar sem eru svona leiðilegir, Ég nefna bara eins og Gufunesi, Og það fara meira átti nú heima að bara. var byggt alveg sérstaklega fyrir þá sem vildu vera í bíllausum. Þú glemtist ekki að láta strætóganga? Svo var bara engin strætó þarna og þegar ég kom síðast þarna sem var nú eitthvað í fyrra, þá var náttúrulega bara fólk algjörlega í vandræðum og búin að fá sér bíla sem var síðan engin bílastæði fyrir, þannig að bílarnir voru hist og her og allstaðar eðlilega og þá var bara komið að sekta og þetta var svo sorglegt og svo þetta var að endurskipuleggja þetta til þess að fara að búa til bílastæði vegna þess að ennþá bólaði ekkert á almenningssamgöngunum. Þannig en almenningssamgöngunar strætó eru náttúrulega núna í fyrsta sinn koma jákvæða fréttir og þarna tengist þetta samgöngusáttmálanum. Þannig að nú þarf maður svolítið að sjá hvernig þannig að hlutinir þróast. Já, ég sammála því og í gamla daga, ef ég er svo gömul get sagt þegar ég krakki sem sagt, þá gengur strætó bara á götunni fyrir neðan að ég á heima og á 15 mínútna fresti alla daga og það var ekkert vesen að taka strætó fannst mér þá. Svo fóru þeir að fækka ferðunum og gerði allt einhvern veginn svo flókið og erfitt. Bara síður inn í hverfin. Minni inn í hverfin, alltaf einhvers staðar langt í burtu og eitthvað svona. Svo var það þjónustan og ég meina klappi, það var ekki að virka. Það kom svo margt þarna á einu. Dóttir mín hefur nokkuð svona lent í því að hún er búin að bíða svo bara keyrir strætósvagnin fram hjá henni. Þó hún sé hérna, þá er hann komin á tíma má bara ekki vera að stoppa. Ég meina, svona kvartanir bárust til okkar borgarfulltrúa alla daga nánast. Þannig að ég núna býð mjög spennt eftir að sjá hvernig þessi mál þróast. Já, þetta eru góða frétt sem alltaf það sem þeir byrjar að gera, fjölga ferðum og svona. Mín ásnóður hér á Íslandi þá vorum bíllaus og enga bíl og það átti engin bíl. Við með barn og þetta var alveg hægt. Þetta er alveg hægt. En það er bara fólk er búin að venja sig annað og það er bara, það þýðir ekki að byggja skipulega á draumum, sko. Það er bara, við lifum ekki í útópíu og Íslendingar hugsa svona og það verður bara að taka til þetta. Kannski ættum við bara að hugsa lengra og hugsa hvernig þetta hafa Reykjavík eftir svona 50 til 70 ár. Já, verðum við ekki að hafa bara lestarkerfi, við ekki bara að fara að byrja að bora í staðinn fyrir að vera með eitthvað svona tjasl hérna sem að borgarlínan hægt og bítandi. Hún átti að vera stór hugmynd en hægt og bítandi er hún að breytast í tjaslhugmynd. Það er ein afleiðing þess að við höfum byggt svona dreift að það verður mjög erfitt að koma upp neðralestum í Reykjavík, einfallega vegna þess að það er alveg hrikalega dýrt. Það er alltaf verið ódýrara. Já, svo eins og segir, sko, það þýr ekkert að hugsa hvernig heiminum verður eftir 70 ár, það hefur ekki hugmyndu, sko. Það er að verða ódýrara að bora, sko. Já, það getur vel verið að þá er komið eitthvað allt annað, sko. Ég talaði eins og mann sem maður ekki heitir, skipulagsfræðingur, hann var að segja að, sko, þú býrð einhvers staðar og það er jeppið inn á bílaplani og svo ferðu út í umferðina á jeppanauginum og þú ert alltaf að helga þér ákveðið pláss úr borgarlandinu sem þú keyrir, svo ferðu í vinnuna og það er bílaplan líka fyrir þig og svo ferðu úr vinnunni og þú ferðu í búðina og það er líka bílaplan fyrir þig og þá er bílarnir í allavega 40% af svæðinu, sko. Já, hann var að segja, sko, það sem við erum búin að helga undir bíla það er ótrúlega það er gríðarlega dulinn kostnaður í þessu. Ég meina þetta kostar alveg opaslega mikið sem er algjörlega dulið af því að þó að bensín sé dýrt og eigi að fara í þetta þá fer það nú fyrst og næst bara ríkiskassan, sko. Þannig að þetta er bara, svona er þetta að kostnaðurinn er dulinn. Þetta er bara eins og við sjáum núna með skipasamgöngur og að nú það lögðust eiginlega meira minna af hérna fyrir nokkrum árum og þá var all umferðin sett á vegina, þá alltaf kemur í ljós að veginni bera þetta ekki neitt og það er alveg gríðarlega dýrt að byggja upp þessa vegi. Skipin bera sig ekki, sko, en ef við tækjum þann kostnað inn í sem að kostar að byggja upp þessa vegi inn í að styrkja þá við sjósamgöngur, þá myndi það alveg geta borið sig. Það myndi kosta, sko, 50.000 kall að flytja banana til Akureyrar. Ef svo sem er að flytja nægt að borga kostnaðin, raunverulega kostnaðin við það. Við erum að borga það. Og svo fellur niður, sko, sjóflutningurinn, sem var miklu hagkvæmari fyrir þjóðarbúið. Og nú er þetta orðið þannig að verslanirnar út á landi þær geta ekki treysta á sjóflutninga vegna þess að þeir eru ekki lengur með lager og þær hafa bara aðlaga sig allt öðru kerfi þannig að fá bara vörurnar senda frá Reykjavík að mótni og þannig að við erum búin að taka ákvarðanir sem eru ótrúlega kostnaðsamar fyrir þjóðarbúið og óhagkvæmar í einhverju svona hugmyndum hagræðingu og sparnað sem er bara blekking. Ég skil reyndar ekki akkur ekki sjóflutningar á laxi frá Patreksfirði til Helguvíkur, sko, ég bara
Af því að þeim eru ókeypis að keyra á vegunum og Þetta svo bara flottur flutningur, sko, bara eyðir ekki neinu. Nefnum náttúrulega útbræstir, bara það. Já. Og steinolía og... Já, svartolía. Hérna Kristrún Frostadóttir og Sleggjan, bara þú sjálfa sig bara með Sleggjanni, getur ekki staðið við það sem sagði, hún leti þess að hún gæti bara lagað ríkisfjármálin bara... Hefur við nú ekki gefinni færi kannski á því að koma með eitthvað í haust? Nei, mér finnst ekki ástæðu þess, mér finnst það alveg augljóst að þetta var populíst blaður í henni. Í þessu, hún var að lofa ykkur sem hún gat ekki staðið við og það er bara komið í ljós að þetta var innihaldslaust. Ég er náttúrulega alls ekki sammála þessu. Það er ekkert sérstætt, sko. Það er ekki að segja... Það er ekki eins og þessi ríkisstjórn sé búin að vera hann í ára og öld, sko. Ég meina, og ekki var nú búið gott sem var tekið við. Þannig að gefum þessi smá séns. Þú ætlum að koma og berja niður vextina, þá er þetta að segja, við ætlum að vinna hægt og rólega í því og vonandi mun að leiða til þess, áttur að segja. Já, það má endalaust. Nei, þið eru að lesa bara ákveðnar, ég sé alveg hvað þið eru að lesa á netinu. Við tölum þetta bara leið og auglýsingin kom að þá tölum við það hér. Þannig að væri hún að lofa ykkur sem væri ekki í hennar haldi. Sko, hún orðar þetta þannig að það festist við hann. Hún verður þá að gera svo vel að gera það. Því að þegar maður tala svona, þá maður í rauninni svolítið að hérna... En eru þið ekki búin að fara niður vextinni eitthvað síðan? Nei. Eitthvað smá. Það náttúrulega bara langt í lands með alls konar forgangsröðun og hagræðingu. Síðan auglýsingin kom held ég, einu sinni. Já, það er 1,75. Ég myndi vilja bara taka svo umræði með ykkur eftir svona 2,5 ár, sko. Þá skulum við bara sjá hvernig þetta hefur gengið. Það er svona hægt að segja við allt saman. Við getum líka að tala um húsnæðismálin tölum við til 2,5 ár þegar búin að hengi ykkur í eitthvað hvernig hlutnir voru orðaðir, ég meina mér finnst það svona býsna dálítið mikið miðflokks svona sjálfstæðis hérna sem þið hafið verið að lesa. Ég myndi alveg vera rólegir í því. Það er bara mjög mikilvægt að stjórnmálamenn það sem þeir segja að það eigi sér einhverja stoð í raunveruleikanum eins og á við þinn flokk sem að sagðist alltaf að lofa fólki hér 450.000 krónum skerðingar og skattalaust og hefur ekki staðið við það. Og mér finnst að við höfum að rukka ykkur það. Þing var sett í febrúar, sko. Ég meina, þingi var sett í febrúar hérna, þannig að... Þá átti að vera svona stjarna við lofurð og segja... Við ætlum að fylgjast með, sko. Og þetta hefði átt að gera, en Gunnar, sko, hefði þið nú verið þarna sjálfur, sósíalistaflokkurinn, eins og bara þú reyndar á sínum tíma að komast á þing, að þá hefði náttúrulega verið mjög auðvilt hérna fyrir örugglega marga að sitja og segja, hefði þú nú Gunnar, eða Gunnar, þú hefði nú ekki átt að segja þetta. Ég meina, við getum alltaf talað svo. Ég vil bara sjá hvernig hlutinni... Það var 450.000 krónur skatt á skerðingalust. Sko, þetta svo er ekki hún búið. Sko forsætisráðherra, sko. Það svolítið svona stórt. Og félagsmálaráðherra. Bara frábærir ráðherrar. En þið vitið ráðherrar. alveg hvernig þetta virkar. Þetta eru 3 flokkar í saman í ríkisstjórn og þú færð ekki allt í gegn. Ég var að vísu, sko, mér fannst þetta slagorð fólksflokksins í kosningunum frábært. Og ég held ég hef verið að tala það hér hvað þetta var flott kosningabarta hjá flokki fólksins, mér fannst það ég sár og pínu yfir því að það sé, þetta hefur ekki orðið að veruleika ég gerði það alveg og vonandi bara gerist það af því að ég hef fullt að trúa að Inga sko sé ennþá á sama stað hún alltaf verið, bara með fólkinu í landinu, ég held að hún sér það Hjarta á réttum stað. En þú veist, ég veit ekki spyrjum að leikslókum þú passar upp á þetta. Já, ég reyna að gera það. En förum aðeins í allt annað. Sáuði bikarúrslitaleikin milli Vals og Vestra? Víst á honum. Ég var endar fyrir vestan og Tína Ber en fór heim á föstudaginn þannig að ég misti af fagnaðarlátunum. Hann var í gangi á mínu heimili en ég var svona bara með hálft annað eirað, sko. Þetta er auðvitað mikið lyftistöng fyrir lítið bæjarfélag og þannig er bara flott. Þetta eru nú 2 bæjarfélag, er það ekki? Þetta er Vestri sem sagt, Ísafjörður og Bólungavík. Já, þeir saminuðust. Mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt samt vegna þess að, sko, svo ég tala nú aftur gamla dag. Ég var einu sinni, sem sagt, framkvæmdastjóri hjá knattspyrnudeild Ármanns sem þá var til einhvern tíma 99 eða eitthvað svoleiðis 2000 og í 4. deild og þá voru þeir þar líka. Þannig að Vestri, það er að segja. Og þeir ekki það lengur? Nei, mér finnst þetta bara stórkostlegt, sko. Já, það á eftir eitthvað í dag, þá verður svona móttökuathöfn og svona, sko, Silfutorgið verður
stútvöld af fólki. Já. Ég heyrði Þetta bara verður viðtal geggjað. við fólk eftir þetta og þetta var bara dásamlegt. Ég meina fyrir þarna íbúana þarna og bara þeir sem stóðu að þessu og bara þá var þetta bara algjörlega frábært. Davíð Sýraði Góliat þarna. Já. Heldur betur. Þetta Guggan bara fór mjög en gott. byggarinn kom. Já. Guggan fór en byggarinn kom. Já. Æðislegt. Nei, þetta er fyrir fólki og Alveg frábært. Það er alveg stórkostlegt, sko. Algjörlega. Já. Mjög góður án okkur þeim. Sko, ef við erum að höra svona fréttir, þá er svona ef sumatíman á pólitíkin eiginlega ekki gangandi, en þá eru undirheimandir. Það er alveg ótrúlega margar fréttir af svona glæpamönnum. Er þetta ekki alltaf sömu glæpamennir? Nei, ekki er að, jú. Þetta er alltaf að handtaka saman fólki aftur og aftur. það er fram í glæpa, Ég var bara að lesa í gæri eitthvað svona aftur handtekinn og stungi í steinin einhver sem var búin að fara eftir 3 ára þessu ári. Góðvinni heyrum að oft góðvinni lögreglunar. Þetta er bara, þetta verðist alltaf að vera sama fólki aftur og aftur sem við verðum að taka fyrst með. En við erum náttúrulega bara, það eru mikla breytingar búin að vera í okkur samfélagi og ég, maður bara þegar maður var alast upp, ég er náttúrulega fætt 59 sko, þannig að bara mann horfir svona tilbaka, hvernig það hefur kannski alltaf auðvitað verið að taka breytingum og ég var nú fyrsta starfið mitt sem sálfræðingur þegar ég kom frá Bandaríkjunum var hjá Fangelsismálastofnun. Já. Og ég heimsótti Litla Hraun reglulega og önnur fangelsi landsins og þá var gamla fangelsi og þá kom maður bara inn og fór í gegnum eitthvað svona smá og svo gekk maður gangin alveg endilangan út af viðtalsherbygginu í enda. Algjörlega eitt sér og prívat, það var enginn að fylgja mér en þar voru bara klefarnir opnar og þeir að koma úr sturtumarkir bara með handklæðum sem miðja og bara sálfræðingunni kominn og svona var þetta og sko með að við bara náttúrulega öllum öryggismál núna því að það segir okkur hvað mikið hefur breyst og hvernig þetta er svona orðið harðari heimur. Föngunum var trist á til að vera Já, þetta ég frjálsir. var aldrei fyrir neinu sko, það var svona bjalla undir borðinu svona til hliðar og að því ég er svona frekar leggja löng að þá kom það fyrir tvisvar að ég óvart rak fótinn í bjölluna og þá þustu þeir inn sko fangaverðin og ég bara hvað akkur að koma og þá hafði ég ekki tekið eftir ég þrýstu óvart á neðanhappi og ég meina maður bara það var ótrúlega eitthvað ljúft sko. En núna eru fréttir alltaf öðru sko, það eru bara var ekki fangi fluttur á Kvíabyrgi með tungan dóm bara til að vera í hann sjálfan undan samfengum hans. Já. Já, þetta er bara... Það er hraðbankamálið, það er svolítið það er aldrei magnamál, sko. Ég sá auglýsta á einhverju brask og brall síðu í gæra fyrradag. Hraðbanki til sölu. Lítið skemmtur, já. Það var mjög fyndið. Hraðbankamáli, já. Það eru samt sömu menn og voru teknir fyrr á árunni fyrir eitthvað annað sem búið að vera yfir hér út í Já, því þetta máli. er þessi Blackburn Já, sem hann er í gæsluvarðhaldi, sko. Fyrst held ég er 1. apríl, hugsaði ég. Af því að mér fannst þetta eitthvað svo... Þú gerður Mosfellsbæinn með nótt með hérna... Nei, var ekki handtekinn líka einn af þeim sem var yfirheyrður út af morðinu. Jú, þetta tengist allt svona. Þetta tengist, þetta er allt svona eiginlega sama gengið. Það var alltaf vanta hérna á Íslandi að það sé hægt að dæma hér fyrir skipulega glæpastarfsemi. Þetta verður alltaf bara verið, það er alltaf bara dæmt svona fyrir einstaklinga, hver og einn fyrir sig og það er búið að fara með óteljandi svona mál allalega upp í Hæstarétt. Og ég meina, ég skrifaði rosalega mikið af fréttum alltaf glæpagengin og lögreglumál, það var svona mín ær og kýr og undirheimarnir og svona og það var alveg sama hvaða mála voru, það var aldrei hægt einhvern veginn að dæma fyrir mansal eða skipulega glæpastarfsemi, þetta alltaf verið eitthvað svona rán eða eitthvað einn atburður í stæðis að taka utanum þetta einhvern tímann og þú veist bara loka á þetta. Já, fyrir nokkrum árum var ég vitni að alveg ótrúlegum slagsmálum á Laugaveginum og það var bara verið að lúberja mann og ég hringdi í 112 og allt í lagi og svo bara hélt ég áfram. Svo eitthvað 2-3 árum setna þá fæ ég boð það að ég væri vitni í máli í hérna héraðsdómi og ég kem þangað inn og var svo sem vanur, ég hafði oft verið þangað til að verjast í blaðamennskunni minni og þá situr sakborningurinn bara sko við hefum getað snert svona. Nei. Og ég spurður nafn og ég segi það og heimili og kennitölu og það er ekki þægilegt. Nei, þetta er óþægilegt.
Ég fekk að bera svona vitni í gegnum síma, þannig að ég var ekkert í að köllu sem var þeim eitt vitni að slagsmálum. En ég hringdi mig inn veika og bara gerði það gegnum síma. Ég varst það þægilega. En þetta var alveg ótrúlega svona þvingað, sko. Þetta rosa, og líka ef þetta í svona litlum sal, eins og 401 eða eitthvað, litlu sölunum, að þá þetta svo ótrúlega lítið svæði, þú ert bara alveg við, hvert og eitt bara við hvort annað eitthvað. Og sumir þessir manna eru náttúrulega bara stórhættulegir, sko. Það alveg þannig. Þannig þú getur kannski átt vona því þá var hann bara bakk upp á það. Nei, það svo langt sér. Það væri að búna. Það væri búna, já. Þannig að það var ágættur. Sko, nú erum við að horfa upp á alveg hörmungar enn og aftur í verðinni, bara eins og núna þetta hvernig Ísrael búin að teikna hvað að gera í Gazaborg eða Gazasvæðinu. Þetta lífandis hryllingur. Heldur betur. Og síðan auðvitað neita þeir öllu og dreipa bara blaðmennina þannig að það enginn sem getur sagt frá. Þetta er mjög svona típist sem að sýni raunverulega hvernig þetta kerfi virkar þegar daginn þegar að blaðamaður frá Al Jazeera var myrtur af hernum, hann var drepinn sem sagt og því haldið fram hann væri Hamas-liði. Ok, við skulum segja að það hafi rétt, það reyndar ekkert sem bendilegst að það sé rétt en við skulum segja það. En það voru 4 aðrir drepnir leið sem við vissu og það er bara allt í lagi. Það er bara, og enginn hélt því fram að þeir væru niður Hamas-liða. Þannig er þetta bara að ef að Ísraelsher heldur að einhvers staðar sé Hamas-liði að þá er bara leyfilegt að senda sprengju sem að drepur 100 manns í viðbót og þetta eru þetta stríðsglæpir, það er ekkert annað sem hægt að kalla þetta og það sem er eiginlega ógnarlegast það að það er engin áætlun. Það er engin áætlun sem segir, hvenær er þetta búið? Þessi að það er síðasta Hamas-liðin hefur verið drepin en það er ekki gert öðruvísi heldur en að svelta milljónum manna og drepa í sprengjurefni og er það áætlun? Er það áætlun sem að mannkynni getur sett sig við? Ég var með þátt í vikunni þar sem að Vilhjálmur Egilsson, fyrir þingmaður, var með gesta og hann segir að þessi stríði sem bara ljúka bara þegar Hamas hættir þessu. Þeir bara gefast upp. En er eitthvað eftir Hamas-liðum spilum bara alltaf hægt að segja það voru nú Hamas-liðar Ég sagði það er alltaf hægt að segja það sko hugsa ykkur hvað það er ömurlegt það er einhver alltaf hægt að segja drapa þetta marga, það var vegna þess að þarna var bækistöðar Hamas ég meina að segja svona þannig að þá hugsa maður bara ok, það á ekki að hætta og þetta er auðvitað löngu orðið ljóst að þarna er þjóðarmorða að ræða og bara vanmátturinn sem ég held að allir upplifi hvað einhvern veginn er hrikalegt að horfa upp á þetta núna mánuðum og árum saman sko. Og á meðan eru þeir líka að nema byggð á Vesturbakka og bara svona í róliheitunum að því að það tekur ekki svo mikið eftir því núna að það er ræðilegt sko stríðið á Gaza og auðvitað er fókusinn þar og þá lallaði sér inn þessi síonistar og ná sér í land vandinni sá, þetta liggur þetta stríð sem á sér djúpar rætur og raunlega það sem að liggur bakvið er það að eftir þá hræðilegu atburði og fjöldamorð í síðari heimsstyrjöld og þá voru Evrópubúar með mjög mikið samviskubit yfir að hafa staði fyrir þessu og ákveða að það verði eitthvað nátt að komi vekk fyrir það að svonlega gerist aftur og það þurfi að skapa heimili fyrir gyðinga og heimaland og þeir ákveða við skulum bara taka það þarna þar sem að fyrir 2000 árum gyðingar höfðu búið en þó að einhver hafi rekið sko förföður minn og formóður frá jörð í Húnavatnssýslunni á 12. öld að þá get ég ekki komið allt innu og ráðist á það fólk sem er það býr það núna og sagt þarna átti mín ætt heima fyrir hundruðum ára þannig að en þetta var bara þeir til sem geta gert þetta það var bara rutt þannig fólki burt og þannig þetta hefur að grassera og það er ekki hægt að taka á þessu svona djúpstæðamáli sem er það að þannig að búa 4 til 5 milljónir manna sem eru fyrir þá hinum og Ísraelsmenn það er búið að koma með sko ákveðna hugmyndur lausn á þessu máli en Ísraelsmenn hafa aldrei eða miskusti
þeir sem hafa ráðið það ríkjum hafa aldrei raunverulega samþykkt það og þeir hafa gert allt sem þeir geta til þess að koma vekk fyrir að svo lausn sé möguleg, sem þá einhvers konar tveggjaríkja lausn, þar sem að Palestínumenn eru í sín eigin ríki og þeir í sjálfu sér getum kannski líka á vissan átt skilið það að Ísraelsmenn myndu ekki treysta því ríki af því að þau auðvitað grassirar, þú veist, biturð og hjá Palestínumönnum og yfir því að lönd foreldra þeirra voru bara tekin, foreldra þeirra voru reknir úr heimilu sínum, land þeirra bara tekið á þess að það væri nokkuð gefið í staðinn. Þannig að þetta hvílir á þessu að þetta ríki stofnað á algjörlega brauðfótum og það var búin til vandamál sem að Vesturlönd og Sovétríkin þannig tóku Bandaríkjamenn og Sovétríkin höndum saman eftir síðari heimsstyrjöld til að búa til þetta ríki og það var gert þannig að þetta var óhjákvæmilegt sem við horfum núna og þetta er skelfilegt og hvað getur maður gert sko? Það var svona hörmunga verið víðar sko, svona bara en þetta er orðið þannig til þess sem að mér að það er sagt svona uppæði fyrir þetta að vara við myndum að þá stendur bara konar minn upp sko, hún getur ekki orðið lengur sko. Þetta er bara svo ég hef oft verið hugsað til sko almennings í Ísrael hvernig, maður veit svo lítið, maður veit það er einhver mótmæli en hvernig skildi vera að vera hluti af þessari þjóð sem með forystu 85% þjóðurinn mjög hlynnt þessari stefnu. Það er afmennska andstæður. Það er svipað og þjóðverjar í stríðinu. Það er þannig sem þú raunverulega annars gætur náttúrulega ekki gert þetta. Þú réttlæta fyrir þér með því að afmennska andstæðingi sko. En Kolbrún, þú ert nú sálfræðingur. Ég ætlaði einmitt að segja sko, nú er ég búin að vera að hugsa af því að þetta eru þetta þjóð sem að koma úr eins og þú ert að lýsa og við vitum að hvað þetta er svakalega, hvernig hægt að taka bara manns hugan og prógrammera hann einhvern veginn og við vitum ekki alveg nákvæmlega hvernig svo sem þetta hefur gengið fyrir sig, hvort að fólk hafi fyrst verið sjokkar eða almennt séð eða síðan bara með þessu, ég veit ekki alveg þróunina, maður heyrir svo lítið frá sko innviðum í Ísrael, maður heyrir ekki nógu mikið til þess að geta sagt hvernig þetta gerist en þetta er bara, maður hélt að svona myndi aldrei gerast aftur eftir þetta gerðist þegar náttúrulega seinni heimsstyrjöldin og allt það en heldur betur og bara í beinni útsendingum allan heim sko. Mér finnst þetta að vera að gerast bara út um allan heim allstaðar alla daga. Það er svona afmennskun í gangi, það er líka afmennskun í íslensku samfélagi sem að beinist gegn innflytjendum og fleira. Það er alls konar lið minn og þingi og víðar sem eru stanslaust að dæla yfir okkur hugmyndum að þetta fólk sé einhvern veginn öðruvís heldur við og hann minni rétt á lífinu heldur við. Og þannig að þessi afmennskun er bara í gangi. Varðandi Gaza. Það er ekki rétt að alþjóðasamfélagi svokallaða sem Guð má vita hvað er, sem eru bara leppríki Bandaríkjanna sem er oftast kölluð alþjóðasamfélagið, að þau finnir fyrir ykkur vannmætti. Þau hafa bara aldrei reynt á mátt sinn. Þau hafa aldrei reynt á mátt, ef þetta er vannmáttur, þá er þetta kjarkleysi. Því að þau hafa ekkert gert til að stöðva þetta. Þau hafa ekkert gert nema að vera með einhverja linar yfirlýsingar, tiplað í kringum ríki, þar sem að síónismin er grunnurinn. Og síónismi er það, þeir ætla að ræna landi og þeir ætla að hrekja fólk af landinu. Og sama fólk sem getur ekki staðið upp og barist gegn þessu, er að segja við okkur að þetta mis Úkraínumenn geti aldrei fallist á að gefa eftir Donbass. En og það er vegna þess að við verðum þessi svo mikilvægt fyrir okkur sem smáríki að landamæri séu virt. Við horfum á ástandið í kringum Ísrael þessum að virða engin landamæri. Og Ísrael er ekki land sem hefur tiltekið landamæri. Við viðurkennum þau ekki innan einhverja tiltekina landamæra og Ísrael viðurkennur heldur ekki sín eigin landamæri vegna þess að þau ætla að stækka Ísrael. Og það er innbyggt inn í hugmyndina bak við Ísrael. Þannig ef að þú viðurkennir Ísrael þá ert að viðurkenna það að þau munu sækja á lönd Palestínumanna, myrða þá og hrekja þá á flótta svo að þeir verði aldrei fleiri en svona 20% af fjöldanum innan Ísrael. Núna stendur Ísrael frammi fyrir því að þau þurfa að láta hverfa svona 1,5 milljón manns og það er svo aðgerðir í gangi og við erum að horfa á það og okkar stjórnvöldur horfa á það og okkar stjórnvöld koma fram og finnast til mannmáttar vegna þess að þau gera ekkert í þessu. Þannig að það hef ekki kjarkinn til þess að gera í þessu að ótta við það að kalla við sér reiði Bandaríkjanna og fleira og mér finnst bara fráleitt að við sem að taka undir það og að þessi ykkur mannmáttur að við stöndum ráðalaus frammi fyrir þessu.
Við erum ráðalaus vegna sem við gerum ekki neitt. Já, við erum búin að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. Og hverju breytti það? Nei, ég segi, það er aðra þjóðir eru svona... Ekki Hverju það. segirðu það? Já, hann Það hafi fólk ekki er gert það. Össur gerði þetta. Það er verið að svelta fólk þarna, það er verið að drepa fólk þarna, það er verið að fremja þjóðarmorð, það er verið að fremja stæðsta glæp þessar aldar fyrir framan augun á okkur, svo konan þín getur ekki horta og fer út úr stofinni. En hvað gera stjórnvöld til okkur? Ekki neitt. Við erum bara viðurkenna það. Þeir geta allavega, við getum bara sett á okkur að viðskiptaþingar. Bara Til dæmis, við slíta getum stjórnmálasambandinu við Ísrael. Gera eitthvað, bara eitthvað. Það er þetta að gera ýmislegt, þó að það hafi kannski ekki áhrif. Þá tökum við allavega eitthvað afstöðu og stundum er það bara máli. Hefði verið rétt að þeirra að slíta stjórnmálasambandi við Þýskaland nasismans? Mér finnst þetta líka bara svolítið merkilegt þetta með... Já, mér finnst þetta líka bara svolítið merkileg umræða sem er stundum með sionismann. Það er eins og það er alltaf verið að tala um einhvern veginn eins og þetta sé eitthvað ævaformt fyrirbæri sem að, þú veist, einhvern tíma frá fornesku. Þetta er tiltölulega nýtt fyrirbæri. Þessi hugmynd Ísraelsríki og sionisminn verður bara til, þú veist, rétt fyrir árið 1900, skilur. Þetta er bara, þetta er frekar nýtt. Á sama tími og fasismi og... Já, þetta er bara frekar nýtt fyrirbæri. Og innifalið í honum er að taka líka fleiri lönd. Það er ekki bara Palestína. Þeir byrja á Palestínu og þeir eru farnir til Palestínu fyrir stríð, bara svo það sé sagt, þeir eru byrjaðar að flytja til Palestínu fyrir stríð og svo fá þeir bara svona mikið meðbyr náttúrulega af því að Evrópubúar fóru náttúrulega hryllilega með gyðinga í seinni heimsstyrjöldinni, þannig að þú veist, þá voru þeir komnir þarna með eitthvað tjölda og svo bara, við viljum vera þarna, þetta er okkar land og það er ekkert allir gyðingar í heiminum sionistar, bara langt í frá og fráleitt að segja að það sé gyðingahatur á móti stjórnmálaskoðunum í Ísrael, sko. Það er bara fráleitt að halda því fram. Mesta gyðingahatrið er að halda því fram að það sé samasemmerki milli gyðingdóms og sionisma. Nákvæmlega, það er nefnilega ég sammála og ég sá að Hannes Olsen að skrifa einhverja grein um þetta, ég mótmælti honum þar harðlega bara, ég skrifaði hjá honum á móti, þannig að þess að hvernig geta menn eins og Bernie Sanders og fleiri gyðingar verið á gyðingahatarar, er það hægt? Nei, þeir eru bara mótið þessari pólitík sem sionismi er og annað sem ég veist alltaf líka oft gleyma, sérstaklega á þeim sem eru sionistar hérna heima, ég man eftir Omega hérna í gamla, það var alltaf einn þáttur sem sionistar voru með og það er eitthvað svona skringileg tengsl á milli ákveðna trúar hópa í kristni það er ekki til meiri andgyðingar eins og þessi hægri í Bandaríkjunum, en þeir líta þannig á að þegar að gyðingar eru búin að endurheimta Palestínu, landi helga, að þá muni verða second coming, þá muni Kristur koma aftur, útrýma öllum sem gyðingum, þeir eru ekki kristni. Nákvæmlega, en bara að segja klári, mér er svo skrítið að sjá kristi fólk, sem að telur sig vera svona sannkristið, mjög kristi fólk, hérna á Íslandi, tala Ísrael og sionisma sem eitthvað sem er eitthvað tengt þeim. Það gæti ekki verið fjarri þessi tvö trúarbrögð og það má ekki gleyma því að þeir ráka ekki bara Múhameðs trúar fólk í burtu, þeir ráku líka kristna í burtu og ég þekki mann sem er fæddur uppalinn hér en pappans fæddur í Jerúsalem. Hann var Jerúsalemar arabi, kristinn, og hann var rakinn í burtu úr Jerúsalem. Þannig að það er ekki bara verið að reka í burtu þau sem eru múslimar, það er bara allir sem ekki eru gyðingar. Einn þekktasti menntamaður af palestínskum uppruna, Edward Said, hann var sem sagt af kristnum palestínættum og björnrindar lengst af í New York. En það sem að, sko, það er tvennt í þessu, annars vegar held ég að það sé, þetta er auðvitað, maður sér þetta alveg gerast, að það er mikið hætt á því að þessi mótmæli sem að núna eru gegn sionismannum renni yfir í gyðingahatur. Það er mjög hætt við því vegna þess að Ísraelsstjórn segir að mótmæla sér er að mótmæla gyðingum og þá auðvitað er fólk fyrir að hugsa þannig og mér finnst það mjög hættulegt. Og hitt sem að mér finnst líka athyglisvert að menn sem að standa og rópa á stúlkur á flugvelli yfir því að það er að hýpja sig heim sem eru múslimar sem allt í einu fer að tala um það að sami einstaklingur fer að tala um það að sé gyðingahatur að mótmæla útrýmingu á palestinumönnum í Gaza, sko. Ég meina, hvers konar er það sem sagt að því að það sé svo hrikalegur antisemitismi, en ég meina, er antimúslima, er það eitthvað skárra heldur en antisemitismi? Er eitthvað, máttu vera
Það er hræðileg glæpur að vera antisemitismi sem ég held að ég bara tel mér bara alls ekki vera. En það er bara allt í lagi. Menn að því að það er búið að búa til, og maður heyrir þetta, maður sér í þessu kommentarkerfum, það er búið að búa til einhverja mynda múslimar eru einhvern veginn. Ég minna múslimar er bara alls konar. Aðeins að segja, maður er náttúrulega búin að vera núna alltaf bara að biðja og vona að það rofi til þess að fara að koma einhver lausn og þessi tveggja ríkja lausn auðvitað svo inn á milli bara sér maður það einhvern veginn ekkert muni gerast kannski. Allavega það er ekki hægt að segja að sé bjartsýni í fólki með að það muni nokkuð tíman með hvernig þeir haga sér. Hvernig heldur að fólki sem er núna gengur í gegnum þetta á Gaza, geti þetta hvernig verður framtíð, búið að svelta þau, það búið að drepa þau, búið að taka við mennskuna, hvernig verða börn sem er núna alveg upp á Gaza, hvernig verður þau en á móti kemur það horfa í þá átt og erum við að horfa í þá átt að bara að þeir klári bara að útrýma þannig hilli þjóð og takit yfir og punktur. Það er náttúrulega gjörsamlega óþolandi og bara hugsun sem maður bara getur einhvern veginn ekki látið fyrir gegnum hausinn. En það í gangi, svolítið? Já, maður veit ekki. Það er ekki eins og sé brjáluð bjartsýni. Það er enginn sem er tilbúin að standa við hliðina á Palestínumönnum. Evrópusjóðurnar ekki tilbúin til þess. Það segjast vera tilbúin til þess að setja inn hermenn inn í Úkraínu til friðargæslu. Okkur bjóðast þeir ekki til þess að fara. Okkur fara þeir ekki bara inn á Gaza. Með því að Bandaríkjamenn stjórna þessu. Því að það verður ekki gert þann öðruvísi heldur en að Ísraelsmenn verður mætt með ykkur afl. Þeir eru ekki á leiðinu þangað. Þeir eru ekki verið að gera neitt. Nei, ekki verið að gera neitt. Þannig að þarna er náttúrulega stærsti sem var anstígilegt. Þetta verður ekki gert nema að Ísraelsmennum verður mætt með afli. Já. Það er bara þannig. Já. Og við sjáum bara að fagurgalinn, hvað á að kalla þetta, hvað áhrif hefur það á stjórn Ísrael. Þeir lýsaði yfir að þeir alltaf taka yfir Gaza. Eftir að þetta kemur yfirlýsingar að koma eftir að frakkarnir og bretarnir og ástralarnir voru að lýsa yfir að þeir myndu hugsanlega samþykkja Palestínu sem sjálfstætt land ef að stjórnvöld væru eins og Ísraelsmenn vildu. Þetta er svo skammarlegar yfirlýsingar að það bara meira táru taki sko. Ætla að hrekja íbúðan til Suður-Súdan sem er land sem er annars vegar þetta alveg gríðarlega fátækt og eins og það er það sem allt logar í bardögum á milli alls konar það sama er að gerast þar þannig laga verið að útrýma heilu þorpunum en þetta er mál sem að ég held ég hver íbúi verði að taka einhver afstöðu til því það er ekki afstaða að horfa upp á þetta án þess að taka sér stöðu við hliðina á hvað getur þessi íslenski ráðamenn gert ekki það getur slitið stjórnmálasambandinu við það er til dæmis verið hægt að semja við eitthvað annað greiðslumilna fyrirtæki svo það sem dæmi Við erum hægt að keppa við þetta á íþróttum Ég held að Ísraelsmenn slíta öllum tengslum við við höfum að standa með Palestínumennum og Palestínumenn er að biðja að fá sömu bara benda á Suður-Afríku að það tókst að stoppa apartheid þar og ofbeldi gagnvart svörtu þar með samstöðu í heiminum og það sem að Palestínumenn eru að biðja en heimurinn bara svarar því ekki Nei, það er bara þannig er þetta En og það eru auðvitað alveg ljóst, þú varst að segja áðan að Evrópubúar eru tilbúnir að setja hermenn í Úkraínu en er ekki tilbúnir að ráðast á Gaza. Þetta er ástæðin sú að Evrópubúar eru að verja sig sjálfa með því að reyna að setja stopp í Úkraínu. Það farið þó ekki lengri þar að því þeir óttast það að Rússar muni sækjast eftir að fara í önnur lönd í Evrópu. Þetta er eins og að loka þarna og þá er bara sjálfs... Já, en Guðmundur, mættum við ekki segja sem svo að það sem er kallað Miðausturlönd sem er nú kannski skrítið heiti, þetta er bakgarður Evrópu. Ófriðurinn sem hefur verið þar og meðal annars drifin áfram af Bandaríkjamönnum sem hafa eyðilagt þarna hvert ríkið að fætur öðru, hefur valdið gríðarlegu álagi á Evrópu. Absolutt, sko. Þannig að ef Evrópa hefði sjálfstæðu utanríkisstefnu þá væri þeirra helsta markmið að hafa frið í Miðausturlöndum. Algjörlega samanlega. En vegna þess að Bandaríkjamenn hafa alltaf hagsmuni að hafa þar glundróða og upplaust sem allra mesta
að þá eru Evrópuþjóðirnar að styðja þá stefnu sem gegn þeirra eigin hagsmunum. Já, ég held að þetta sé líka gegn hagsmunum Bandaríkjamanna, sko. Þetta lengur tíma. Þetta orðið einhvern veginn bara... Ég getur líka sagt að þetta verið gegn hagsmunum Ísraels. Já, absolutt. Að þetta Ísrael getur ekki lifað með þessu. Nei. Og ég held að Ísrael sé ekki búið að bíta úr nálinu með þetta, sko, bara almenningsálitið að snúast og stjórnvöld séu svona dálítið tvístígandi, þá almenningsálitið og það mun sjá bara hvað gerst í Bandaríkjunum að meira segja þeir sem hafa stutt Ísraelsmenn í öllu sem það gert núna byrjar að svona vera tvístígandi og yngra fólk sem ekki alið upp í hefur búin að gleyma þá holocaust og öllu því, helförinu og því öllu saman og svona þeirri svona hvað maður segja, svona þeim stuðningi sem Ísrael hafði í upphæð vegna þess. Og sér þá bara þessi það þjóðamál sem að fara fram á Gaza núna og á Vesturbakkanum líka, ég meina það er aðeins öðruvísi en það stefnir í það sama þar ef áfram heldur eins og horfir, að það mun verða nákvæmlega sama ástandi þar eftir nokkur ár. Og þetta gerist fyrir framan augunum okkur og já, það kostaði heila heimsstyrjöld til þess að loka Auschwitz, þannig að ég veit ekki hvað. Markmiðið var nú ekki upp að við stríðið gerist komum mönnum óvart. Því að þú ert sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum, fundurinn í Washington og fundur Trump með Putin. Hvað lest út úr þessu? Er við nær friði í Úkraínu? Nei, það held ég ekki, sko. Ég held að það er alltaf gott ef menn tala saman, sko. Ég meina það hlýtur að vera betra heldur en ekkert, sko. En það bara, ég held að svona leið Trumps að svona, hann svo mikill samningamöður og hann finnst, sko, þá leið hans að leysa svona vandamál og svona deilur það að hann ætla bara að setjast niður og leysa það með. En svo fer hann til Alaska og þá allt innu tekur hann undir allt sem að Putin segir, svo fær hann Evrópubúa og Zelensky og þá allt innu fer hann að segja svo hann sveiflast aftur og baka áfram og Putin situr bara og hlær, sko. Þannig að ég held að Putin hafi bara alveg sérlega gaman að þessu, hann að fá alveg flotta athygli og halda allir að nú sé eitthvað að fara að gerast, sko. Þetta náttúrulega bara eins og leikrit í honum sem að hann í aðalhlutverki og bara nýtur sín. Og staðan líka svo að staða Rússlands bara styrkist. Bæði á vígvellinum og svona í alþjóðapolitík. Man gæti að treysta þessi manni út fyrir herbergið eitt andartak og fyrst ætla hann og Trump að leysa með einu samtali, sko. Þetta er svona jafn, maður fyllir svona jafn mikill bara, ég vil nota orðin nánast vonleysi að horfa í þessa átt eins og það ekkert í sjónmáli. En ég held að raunverulega það sé, við erum í alveg nákvæmlega sama stað núna eins og var fyrir fundin í Alaska en af því að svona laga gerist ekki 1, 2 og 3, sko. En þetta gæti alveg þróast í það að það verði gerður friðarsamningur. Ég meina það alveg hugsanlegt. Af því að það alveg ljóst að Úkraína getur ekki staðist árás Rússa mikið lengur. Það þarf þá, eftir að Bandaríkjamenn hafi dregist tilbaka, að þá bara skortir þá vopn til þess að verjast Rússum mjög lengi. Hins vegar það sem að Rússa fara fram á eru hluti sem að Úkraínumenn geta ekki samþykkt út af ýmsum ástæðum. Við getum lítið á það ef nú það nokkuð ljóst að Rússa munu fá minnskosti stóra hluti Donbass. Þá erum við að búa til nýja Palestínu. Ég meina þá verið að ræna landi af fólki. Það var náttúrulega aðskilnaðarsinnar sem hafðu tekið þetta frá Úkraínu áður. Já, það var bara, fyrsta lagi bara örlítill partur af því sem hvar núna og öðru lagi að þá voru þessi ekki aðskilnaðarsinnar, það voru bara Rússar sem voru búin að styrkja þannig. Það var engin stuðningur við þessa aðskilnaðarsinna í Donbass. Ég meina meðal rússnesku mælandi fólks, það stór hluti þeirra sem núna flóttafólk á Vesturlöndum. Auðvitað hluti þeirra studdu Rússa en studdu það ekki endilega, það veri bara landi eignirinn var laður í rúst og þannig að þetta þó að komi sem sagt eitthvað, það verður þetta stríð endar, ég held að vera ekki mjög langt í það vegna þess einfallega að Úkraína mun tapa því en það endar ekki þar, ekkert frekar heldur en að Palestínu vandamálið endaði 48 eða 67. Það unnir einhverjir sigrar en undirliggjandi vandamálið áfram til staðar og þannig verður þetta áfram á þessu landsvæði. Já, og eftir að hafa líka valda því vorum að tala svona afmennskun
og tengsl á milli gyðingdóms og síónisma, að þetta áttir að valda miklu svona rússa handúð inn í Eystrasaltslandunum þar sem eru stórir hópar rússa. Þetta áttir að verða algjör hryllingur, sko. Algjör hryllingur sem er framöndan, sko. Og það eru auðvitað þessi lönd, sko, sem að sérstaklega Eystrasaltsríkin, baltísku löndin, að þar, sérstaklega þá Eistland og Lettland, þar sem að næstu helmingur íbúana eru rússnesku mælandi, og það er mjög ólíkur hópur rússnesku mælandi fólks. Sumir rússnesku mælandi hafa búið á þessu landsvæði, sko, öldum saman. Annar eru svona hluti af fólki sem voru fluttir á Stalinstímanum og reyndar bara allan tíma Sovétríkjanna, þetta var þá sama ríki, og það eru svona, þeir hafa ólíkar hugmyndir og viðhorf Rússlands og eiga kannski ættingja í Rússlandi, þannig að þarna eru undirliggjandi alveg gríðarlega miklir möguleikar á innri átökum og sem að Rússar koma örugglega til með að reyna að kynda undir, eins og þeir gerðu í Donbass. Þeir gera allt sem er gátu til að kynda undir þessa svona innri, og það er bara, í Evrópa er bara þannig að við erum eyja hérna út í Ballarhafi, sko, þannig að okkur finnst einhvern veginn þetta sé allt sem er svo einfalt, en Evrópa er svo flókin. Það er svo ofboðslega margar deilur sem að hafa legið í láginni, sko, sem er svo auðvelt einhvern veginn að byrja að hata einhvern, sko, að því hann, eins og við sáum bara á Balkanskaganum, sko, eftir fall Sovétríkjanna. Þá allt í einu voru fólk sem hafi búið hlið við hlið í árum saman, allt í einu voru óvinnur. Drápið börn hvað sannan svo. Talandi afmennskuna, allt í einu var nágranninn var bara höfuðanstæðingur og kakkalakki í þínu samfélagi. Herðu, hérna verðum við að segja þessu lóki, við erum búin að á þessum jákvæðu nótum. Nei, þetta er bara fínt, sko, þetta er bara fínt. En ég þakka þér Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, Guðmundur Hálfdanarson og Lára Súlíma Ómarsdóttir. Og hér á eftir koma til okkar Ragnar Þór Ingólfsson, formaður fjárlaganefndar, og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem er formaður leigjendasamtakanna. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.